Verðtryggðir innlánsreikningar eru innlánsreikningar í banka þar sem maður fær vexti. Við skulum gefa okkur að ég leggi 1000 krónur inn í banka og ég fái 1% vexti ofan á það, að eftir heilt ár og ég tek ekkert út og legg ekkert inn, þá fæ ég 10 krónur í vexti, því það er 1% af 1000. Þannig að þá á ég 1010 krónur. En ef að verðbólgan var 2%, þá fæ ég í raun 2% sem eru þá 20,2 krónur í viðbót. Þannig að þá á ég 1030 krónur,2 reyndar, sem er nú ekkert víst að þið fáið. Það sem við notum víst ekki aura lengur í þessu landi. En þið sjáið að verðbólgan, hún bætir aðeins við. Í raun erum við ekki að græða neitt á verðbólgunni, því að ef að það er 2% verðbólga, að það þýðir að allt í kringum okkur hefur hækkað 2%, við erum bara að verja verðgildi peningana. En ef við hefðum ekki haft þetta verðtryggt, heldur bara óverðtryggt og endað hér, þá værum við raun að tapa peningum, því að allt í kringum okkur hefur hækkað aðeins meira heldur en peningarnir okkar. Af hverju eru þó ekki allir innlánsreikningar verðtryggðir? Jú, það er vegna þess að verðtryggðir innlánsreikningar eru yfirleitt bundnir, stundum í einhverja mánuði en yfirleitt í einhver ár, jafnvel mörg ár. Þannig að þá er peningurinn fastur. Þannig að reikningar sem að krakkar búa til eða foreldrar þeirra búa yfirleitt til í kringum eftir að þau fæðast og svona skírnarpeningarnir og peningar sem þau fá í afmælisgjöf, svona allavega eitthvað að þeim fer kannski inn á þessa reikninga. Þeir reikningar eru bundnir, peningurinn er fastur þarna þangað til krakkinn verður 18 ára. Svo er þetta að stofna sambærilega reikninga til dæmis í kringum fermingu ef maður vil geyma þá peninga. En aðrir verðtryggðir innlánsreikningar eru bundnir í einhver ár. Þess vegna er maður ekki að setja pening inn á verðtryggðan innlánsreikning nema maður geti leyft sér að geyma hann í svolítinn tíma. En hins vegar ef maður á pening sem maður ætlar ekki að nota í mörg ár, þá er þetta yfirleitt öruggasta leiðin til þess að geyma peninginn.